þá ætlum við að fara í fyrirsögn nummer 3. Það svona meira að þessu tengt, sko, en þetta eru, sko, þeir eru logandi hræddir, þeir sem eru með sannleiksfóbíu, fréttamenn og RÚV og svona þess áttar fólk sem eru núna að skrifa þvílíkar hræðslu áróðusgreinar gegn Elon Musk. Afskipti Musks á Evrópu. Elon Musk er ríkasti maður heims og hægri hönd verðandi Bandaríkjaforseta reynir að beita áhrifum sínum með evrópskum stjórnmálum. 2 íslenskir þingmenn eru ósammála hve langt tjáningarfrelsi hans á að ganga. Við erum að sjá þessa frétt sem er í skrólaði niður, ítt og play þetta. Þetta úr kvöldfréttatíma. Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru margir uggandi yfir afskiptum eins ríkasta manns heims af stjórnmálum í álfunni. Elon Musk ætlar í kvöld að taka viðtal við leiðtoga hægrlínu hægri flokksins í Þýskalandi. Elon Musk á og rekur samfélagsmiðlinn X og hann er einn ríkasti maður í heimi. Hann hefur löngum tjáð sig stjórnmál í Bandaríkjunum og þannig tekið þátt í þeim með óbeinum hætti. En brátt verður stjórnmálaþátttaka hans mun beinni þar sem hann kemur til með að gegna embætti í stjórnarliði Donald Trump. Og nú er Musk farin að beina sjónum sínum að Evrópu. Hann hefur meðal annars kallað kanslara Þýskalands bjána og sakað forsætisráðherra Bretlands að hafa hylmt yfir með pakistönskum barnaníðingum. Stjórnmálaleiðtogar í Evrópu eru margir uggandi við þessu og fleiri dæmum. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible. They're not interested in victims. They're interested in themselves. Jeg synes det bekymringsfullt at en mann med enorm tilgang til sosiale medier og store økonomiske ressurser går så direkte inn i indre forhold i andre land. Sitt sýnist hverjum framgöngu Musks. Ég sé það hefur gripið sig svona svolítil gæðshræring á meðal stjórnmálaleiðtoga í Evrópu yfir ummælum sem hann að láta falla í aðdraganda kosninga í hinum og þessum ríkjum. Auðvitað þurfa stjórnmálamenn, kjörnir fulltrúar, kannski að tala varlega stjórnarmálefni annarra ríkja, en almenni borgari og maður eins og Musk sem að rekur með samfélagsmiðil sem nú svona bara vettvangur torg hins almenna manns, hann hefur auðvitað fullt frelsi til að tjá sig menn og málefni hvað sem í heiminum. Elon Musk hefur eins og aðrir tjáningafrelsi stjórnmál í Evrópu og frelsi til þess að búa sér til sambund við einstaka stjórnmálamenn. Dagbjörn segir þó að það verði að taka með í reikningin að Musk rekur risastóran samfélagsmiðil. Í ljósi þess að þar þrífst upplýsingaóreiða, þar fer fram hatursorðræða í meira mæli og hann hefur beinlínis þótt ýta undir þá þróun. Við verðum að treysta á frjálsa umræðu, við verðum að virða tjáningafrelsið umfram allt en það aldrei án takmarkana. Ok, allavega samandregið. Mér fannst hún ekki vera eins hræðileg og ég held hún væri að fara að vera. Dagbjörn? Nei, alveg rétt. Ég verð að segja það bara. Það finnur það er bara einhver lína sem að Kristrún Frostadóttir hefur náð að setja að fólk í samfélkingunni ekki einmitt. Að prjóna yfir sig. Helga Vala Helgadóttir, hún hefði prjónað sig. Já, þessi maður. En hún, sko, þetta einmitt málið og Sigga Andersen hitti naglan á höfuðið, sko, þú veist. Og Elon Musk, það sem hann að beita núna áhrifum sínum og peningum sínum í að sko málfrelsið fái aftur sinn sess sem að búið að vera markvisst hamrað niður af þessum öflum sem að Dagbjörn að tala upplýsingaóreiða, hatursorðræðan bara það sem að stjórnvöldum, það orðræða sem að stjórnvöld hata, skilur. Já, sko, þessi tveir hlutir, hatursorðræða og hvað segirðu, upplýsingaóreiða, þetta alveg, mann á alveg að hafa áhyggjur af þessu. Skilur, þetta alveg, ef ykkur með hatursorðræði, þú veist, sem byggð á upplýsingaóreiðu, svona for reals, það alveg, en hvernig þeir ætla að stoppa það kjaftaði, sko. En aðtöðu að það sem að þeir flokka undir bara langmest það sem flokkað undir hatursorðræðu og upplýsingaóreiðu á samfélagsmiðlum eða í umræðum í dag. Það yfirleitt alltaf eitthvað sem snýrað svokallaðri útlendingaandúð eða kynjamálum. Já. Og þetta eru 2 málaflokkar sem hafa verið þaggaðir niður. Alls konar rugli sem hefur vaðið uppi. Nefnum bara sem dæmi á síðastliðnu ári. Við sáum muni eftir uppþóttunni sem að þegar þeir komu
sko kalli til varnar sem hefði farið inn í boksringinu og olimpíuleikunum og murka sko konur alveg sundur og saman, að þá kom þetta lið upp að verja hann sko þegar að fólk var að gaggrina herðu, við getum kallar í kvennaíþróttum, það gengur ekki upp. Þið eru bara fasistar. Musk og Logason og Rowling geggjar hópu til að vera í samt. En alveg talað, það eru þessi punktar sem að gera það verkum að sko vókið prjónaði alveg yfir sig og fólk er bara herðu, hingað og ekki lengra. Karlar geta ekki verið í kvennaíþróttum, en þeir sem segja að karlar geta ekki verið í kvennaíþróttum, þeir eru sakaðir hatursorðræðu. Og hreinlega upplýsingu óreiði að þeir eru með rangar upplýsingar. Þeir sem að gaggrina það að hópnauðganir fari sko upp úr öllu valdi með innkomu massa innflutnings á karlmönnum frá múslimaríkjum. Þetta eru staðreyndir að það eru bara bæði í Þýskalandi, Svíþjóð, Bretlandi, að það er alveg sama þú segir alltaf hvítir kallar nauðga líka, að þá sérðu bara málaflokkin hópnauðganir hafa sko sprungið upp úr öllu valdi með tilkomu þessara manna. Og það er augljóst að það hefur eitthvað að gera með mikinn menningarmun og öll umræða slíkt hefur verið brennimert sem hatursorðræða og upplýsingaóreiða. Það er aðalega þessi tveir flokkar. Það er kynjamálin og útlendingamál sem að þetta fólk vill stimpla sem hatursorðræðu og upplýsingaóreiðu. Algjörlega. Og þess vegna erum við í svona einhverjum árekstri hérna. Þegar fólk er að nota að hatursorðræðu hugtakið og upplýsingaóreiðu hugtakið sem pólitískt vopn til að berja niður skoðanir sem er ekki þeirra skapi en eru hvorugt af þessu, það er stórhættulegt. Það er stórhættulegt. Og Elon Musk, hann er búin að sjá þetta fyrir löngu síðan, hann ákveður að beita sínu fjármagni og sínum áhrifum til þess að berjast gegn þessu. Hann hefur talað the woke mind virus sem bara eitt mesta skaðræði Vesturlanda og hann er að berjast gegn því. George Soros hins vegar, hann hefur verið akkurat hinum megin, hann hefur verið að efla vókið og dæla peningum í einhverja svona vinstri sinna marxista hópa og það er enginn sem að segja neitt í því, en þegar Elon Musk kemur og reynir að beina fjármagni sínu til að styrkja flokka eins og Alternative for Deutschland eða Reform hjá Nigel Farage, þá er allt vitlaust og látið eins og erlendur aðili hafa afskipti af innlendum stjórnmálum. Þetta er þetta bara hlægilegt. Og líka hvað gerði Keir Starmer? Þegar hann tók við völdin þá jók hann svo svakalega í hatursorðræðu með þetta islamafób og mátt bara ekki segja neitt neikvætt eða gagnrýna á einhvern hátt útlendingastefnuna þeirra að þá ertu bara handtekinn með sama og dæmdur á innan við 2 dögum. Og þetta fer þá Elon Musk bara full on, bara hei, hvað er þetta að gera, skilurðu? Fullkomlega eðlilegt og mjög jákvætt. En það er svo klikkað að sjá þetta fólk fara einhvern veginn á límingunum yfir því að Elon Musk sé einhver hræðilegur karakter sem að sé ógn við vestræna menningu. Sko. Það er algjörlega crazy.